Dæmi eru að vitni og sakborningar sérstaks saksóknara séu þvingaðir af fyrrverandi samstarfsmönnum sínum til að segja ósatt eða hagræða sannleikanum í yfirheyrslum. Gerist menn uppvísir af því að ljúga, þyngist refsing þeirra, segir saksóknarinn. Óttablandin tryggðabönd séu milli manna sem grunaðir vafasama viðskiptagjörninga. Vel á 300 manns hafa réttarstöðu sakborninga eða vitna í málum sem nú liggja inn á borðum sérstaks saksóknara. Töluvert hefur bætt í þennan hóp eftir Glitnisrannsóknina og ekki mun líða á löngu þar til ákærur í stórum málum tengdum bankahruninu munu líta dagsins ljós. Sérstakur saksóknari segir misjafnt hversu mikinn samstarfsvilja menn sýni í þágu rannsóknana. Margir gefi mjög skýra framburði en aðrir haldi enn óttablöndum tryggðarböndum við fyrrverandi yfirmenn sína úr föllnu bönkunum. Aðilar eru að bera fyrir sig óminni eða vita mjög lítið og jafnvel að segja okkur hluti sem ekki standast þegar að framburðinu bornir saman við þau gögn sem við höfum. Þannig hafi menn í nokkrum tilvikum verið málaður út í horn í yfirheyslum og komið sér í verri stöðu en ella. Þá hefur embættið staðið menn að því að samræma falska vitnisburði samkvæmt skipunum fyrrverandi yfirmanna sinna eða annarra samstarfsmanna og segja ekki rétt og satt frá. Og það mjög hæpið og varasamt fyrir menn að gefa ranga framburði í upphafi vegna þess að það kann að vera vandkvæðum bundið að vinda ofan á því síðar. Og þyngir það ekki refsingu þeirra sem í hluti eiga ef að kemst og svona? Jú, ef menn segi ekki sektorinn frá strax að þá nú ekki hægt að fullyrða að þeir hafi aðstofað mikið við rannsóknina. Þannig að það allt saman talið þegar að kemur að því ákvarðamönnum refsingu ef meðal höfðað. Hafa þeir dæmi það að menn hafi verið kúgaðir til að segja hér rangt frá? Ég get nú ekki fullyrt það en það býsna þungbáran eða þungur þrýstingur sem staðar hjá.